Nú ætlum við að skoða hvernig við breytum texta í jöfnu og jöfnu aftur í texta eða orð. Helmingurinn af tölu er 13. Til þess að setja þetta upp sem í jöfnu þá ætla ég að kalla töluna mína x. Í raun má ég nota hvaða bókstaf sem er. Ég mætti nota a eða b eða hvað sem er. Ég ætla að nota x. Og þegar ég finn helming af tölu þá er ég að skipta henni í tvennt. Og þegar ég er að skipta í tvennt þá er ég í raun að deila með 2. Og þetta þýðir er jafnt og 13. Nú er ég komið í jöfnu og ef ég ætla að leysa hana þá margfalda ég með 2 báðum megin. Það styttist út hér. Þá fæ ég í raun að x er jafnt og 26. 3 hærri en tvöföld talan er 15. Þarna þarf ég að segja að talan, ég ætla aftur að kalla hana x, tvöföld talan, 2x, nú er ég ekki með helmingina, heldur tvöfaldatölu, þá bara ger ég sinnum 2, er 3 hærra. Þá sker ég plus 3, því að 3 hærra er að bæta 3 við. Ef ég ætlaði að vera með 3 minna, þá myndi ég draga frá. Og er 15, þetta er jafnt og 15. Síðan nota ég regluna sem ég kann, ég tek mínus 3 báðum megin til þess að losna við þetta. 2x er jafnt og 12, deili með 2 báðum megin, x er jafnt og 6. Gera það sama báðum megin alltaf því annars er ég að raska jafnvæginu í jöfnunni. Þá er hann ekki jöfn lengur og þar leiðandi ekki jafna. Útskýrðu með orðum. 3x er jafnt og 15. Hérna er þetta bara einfallega sinnum 3, þetta er þreföld talan. Er 15. X plus 8 er jafnt og 2x minus 15. Talan plus eða að viðbættum 8 er, ég finnst betra að segja er jafnt og tvöföld talan, 2x. Mínus eða frádregnum 2. Þetta snýst í raun og veru að lesa bara hvað stendur fyrir hvað og passa greinamerkin og hvort erum við að margfalda eða deila.